Daginn. Ég ætla að fjalla hérna grænfánan í Þelamerkurskóla og þátttöku og virkni nemenda. Ég heiti sem sagt Sigríður Guðmundsdóttir, iðjuþjálfi í Þelamerk, byrjaði 2004 og verkefnisstjóri grænfánans enn fremur. Auk þess að vera bóndi í hjáverkum. Ef við byrjum aðeins á upphafinu, þá var það árið 2008 og 2009 að við skipum umhverfisnefnd og fylltum út gátlistan í fyrsta sinn. Og þið sjáu hérna skáletruðu orðin að þau eru þá skrefin 7 sem við fylgdum. Og við hófum ennfremur undirbúningsvinnu. Við vorum ákveðin að við ætlum að hefja grænfánavinnuna okkar á flokkun á rusli. Þannig að það var ýmis konar undirbúningsvinna sem að þurfti að vinna þar. Til dæmis að kaupa endurvinnsludalla og búa til miða og merkimiða á hvetera, ákveða hvar við vildum hafa þá og fleira. Það var síðan skólaárið 2009 og 2010 sem við hófum okkar eiginlega starf og unnum markvisst eftir skrefunum, unnum markvisst skrefin 7. Og við umhverfisnefndin fundaði mjög reglulega og við settum okkur það markmið að flagga grænfánunum þá vorið 2010. Og það var farið reglulega yfir gátlistan, þar sem og við nýttum hann til þess að setja okkur niður markmið. Við sömdum umhverfissáttmála og hann var settur upp í forstofu skólans og þið fáið að sjá mynd af því á eftir. Og þegar við sömdum umhverfissáttmálana þá unnum við síðan nánar með hann á umhverfisdegi skólans sem var 2010. Og þá störtuðum við umhverfisdegi sem við höfum haft ætíð á vorin eftir það. Og þá var á einni stöðinni sem við höfðum kynntum við umhverfissáttmálann fyrir nemendum og þau síðan skrifuðu undir þennan sáttmála með því að skrifa nafnið sitt á laufblað sem við hengdum á tréð. Umhverfissáttmála tréð. Og hér sjáum við bara dæmi af þeim markmiðum sem við höfum unnið í gegnum árin. Sjáum hérna myndir. Þannig til dæmis afmælistré sem að við unnum á einum umhverfisdeginum. Þar sem að hver nemandi og starfsfólk það hefur platta með afmælisdeginu sínum á nafninu og það hengt upp, það greinar með hverju mánuði. Og þetta höfum við síðan ætla ég að ræða betur á eftir. Þetta markmið vetrarins að uppfæra þetta tré. Nú við settum upp eitt markmið var að koma okkur upp svona töflu sem heitir umhverfismálin okkar. Þetta korttabla sem í aðal skólarýmin okkar eða þar sem stofurnar eru. Og hún mjög tómleg þarna því ég var að taka mynd af henni núna bara fyrir stutt og við erum bara að byrja svona eiginlegt grænfánastarf núna á þessu skólaári. En þarna setjum við bara ýmislegt upp sem varðar umhverfismálin. Og svo markmiðsveggurinn okkar, hænsnanetið. Þarna setjum við ætíð upp markmið vetrarins og þetta hangir uppi fyrir upp á gangi fyrir okkur öll. Og nemendur í umhverfisnefnd skólans setja inn markmiðin, hafa náttúrulega ákveðið þau með okkur fullorðna fólkinu í nefndinni og þau pikka þetta síðan inn og myndskreita og setja þetta upp. Þarna sjáum við umhverfissáttmálann, tréð okkar og við höfum einnig unnið í samvinnu við nemendur ýmis konar minnismiða hvernig við getum verndað umhverfið okkar, spara vatnið, rafmagn, slökkva á ljósum þar sem við erum ekki og
þetta hefur við hengt víðsvegar skólan. Þetta unnum við líka í samvinnu með nemendum á umhverfisdegi. Þetta veggverki okkar, svolítið stoltið okkar. Þetta sveitafélagið sem var málað af öllum, það tóku allir nemendur þátt í þessu, að mála þetta sveitafélagið á vegginn og þarna eru allir bæir sveitafélagsins og heiti á fjöllum og ám og fleira og svo setjum við myndir af nemendum á bæina þar sem þau eru og þetta þurfum við síðan að uppfæra á hverju ári. Nú, umhverfisdagurinn sem ég minnst á, að hann héldum hann fyrst 2010, þá var upphafið og síðan höfum við árlega haldið umhverfisdag á vordögum og þar höfum við tekið fyrir ýmis verkefni þar sem nemendur koma að málum, til dæmis ruslatínslu, ljósmyndamaraþon, þar sem þau hafa farið svæðið og tekið myndir af ýmsum náttúrufyrirbrigðum og bara af umhverfinu. Við hefum farið fugla- og plöntuskoðun, farið í heimsóknir í endurvinnslu og gróðrarstöð. Þannig að það hefur verið margt brallað á þessum umhverfisdegi þar sem að við, það markmið okkar með nemendalýðræði, það skipulagning dagsins. En við höfum svolítið fullorðna fólki skipulagt daginn hingað til. Þannig að það markmið að koma þeim meira inn í skipulagninguna á deginum, en þau hafa verið virkir þáttakendur síðan. En á umhverfisdegi 2013 þá settu nemendurnir á blað ýmsar hugmyndir. Það var á einni stöðina að þau settu niður hugmyndir að markmiðum fyrir skólaárið núna, 2013-14. Og hérna eru dæmi hugmyndir þeirra. Það var til dæmis að nota minna rafmagn, sópa gangstéttirnar, nýta ónothæfa hluti í eitthvað, hafa stutt námskeið flokkun, laga útiskólasvæði, svo kom ýmislegt fleira skemmtilegt, fá okkur svín, búa til brú yfir ána, við erum með Hörgána rétt fyrir neðan skólan og það svona draumur okkar allra náttúrulega, þetta að fá brú yfir ána, þá komumst við á sveitabæina svona frekar, getum tengt samfélaginu betur í kringum okkur. Endurvinna pappa og búið til jólakort og kenna öllum að eyða ekki sápunni. Þetta var svona dæmi, mjög skemmtilegar hugmyndir og þetta voru nemendur frá 1. bekk og upp í 10. Nú svo eru sumar af þessum hugmyndum að markmiðum. Það til dæmis að rækta grænmeti, við hefum það sem markmið í vetur. Við erum með þarna, við erum náttúrulega með bara dásamlega náttúru í kringum okkur og við erum með góðan grænmetisgarð þar sem við höfum verið reyndar að forrækta plöntur og við ætlum að hafa núna fara í grænmetisræktun þannig að það þarf að plæja þetta upp og taka þetta í gegn. Við ætlum að fá okkur hænur. Við erum alveg komin á stað með þá hugmynd og meira sér vorum við núna bara fyrst upp að skoða hænsnakofa, auglistum eftir hænsnakofa í sveitafélaginu og hann kominn og það komið staðsetning fyrir þetta og þannig að við erum komin á stað og þetta finnst þeim dásamlegt. Ég held að hafa ekki trúað því að þetta það raunveruleika. Við búið til vermireit líka þannig hjá grænmetinu, garðinum sittinni í kartöflur. Svo í vor ætlum við okkar að búið til endurvinnsluverkefni, til dæmis búið til leikföng, gróðurfræðsla og tína rusl mánaðarlega, það verður nú kannski ekki alveg mánaðarlega. Og verkefni vetrarins, nú erum við búin að funda einu sinni, umhverfisnefndin, og þegar í fyrstu var umhverfisnefndin bara, þá var einn nemandi úr hverjum námshóp, eins og Ingibjörg sagði, við erum með 5 námshópa og það var einn nemandi úr hverjum námshóp, en núna jukum við og nemendur og það verða sérst nemendur úr hverjum árgangi. Og við erum að því það var verið að tala að þau sem bjóða sig fram og svo dregið og það ekki vandamálið.
það bara mjög mikill áhugi hjá krökkunum að komast í umhverfisnefnd og það við miðum við að þau séu 2 ár í einu í nefndinni og við lentum nú í því hjá 7. bekk að hann var bara búinn að vera í 1 ár, drengur, en hann var samt kosið nýr fyrir hann að því við heldum að hann væri búinn að vera í 2 ár og svo kom hann að tala við mig hérna fyrir nokkru dögum hvaða misskilningur þetta væri. Hann ætti nú eftir 1 ár í nefndinni. Þannig að nú þau 2 úr 7. bekk. Og það hefur aldrei verið neitt vesen, lendi aðeins í vesen núna með 9. bekk þar sem það eru 4 drengir og þeir voru ekki alveg nógu áhugasamir, en við náðum að vinna úr því, þannig að það alveg einn komið þar. En á fyrsta fundi vetrarins nú í september, þá höfum við þessi verkefni, auk þess sem við höfum markmið sem ég sagði frá áðan. Við erum í moltugerð, við erum með afmælistréð sem ég sýndi ykkur mynd af og það að setja markmiðin og uppfæra á sáttmálatrénu. Það flokkun sem við þurfum ætti að vera að fylgjast með flokkunni. Við erum líka með getrun vikunar á töflunni okkar, umhverfismálun okkar, sem ég ætla að segja ykkur nánar frá hér á eftir. Og svo garðrækt og dýrahald. Og við, umhverfisnefndin, það eru þá nemendur úr hverjum námsárgangi, svo það ég, verkefnisstjórinn, það ein úr mötuneytinu, það einn fulltrúi foreldra og svo það Unnar aðstoðarskólastjóri. Og við settum okkur, ég hérna held ég á 2 af þessum verkefnum til dæmis, Unnar með 2 og mötuneytið, Silla sem í mötuneytinu, hún sér hérna eða með einu verkefninu og svo völdu krakkandi sig niður á þessu verkefni sem í umhverfisnefndinni. Þannig að og moltan þá að hræra og fylgjast með og setja í moltuna. Afmælistréð að uppfæra afmælisdagana og setja nýja nemendur inn og taka gamla nemendur. Markmiðin að setja þau bara upp á markmiðsvegginn og það eins með sáttmálatréð eins og afmælistréð að við þurfum að uppfæra, setja nýja nemendur og taka gamla út. Og flokkun, það þarf reglulega að minna á flokkunna bara til að við séum að flokka rétt. Og ég með lítið vídeo eftir sem ég ætla að sýna ykkur þar sem við fórum, ég og 2 dömur sem í umhverfisnefnd, fórum inn í alla námshópana og kynntum flokkunna og notum til þess nýju iPadana okkar til að taka okkur upp. Þannig við slóum 2 flugur í einu höggi og vorum semst að æfa okkur í að nýta tæknina og einnig minna á mikilvægi flokkunar og hvernig við flokkum. Getrun vikunar að þá hún þannig að nemendur, og ég hef verið í því, búin til spurningu í hverri viku sem tengist umhverfismálum. Við hengjum hana upp á umhverfistöflun okkar og svo setja nemendur svörin í bara plastvasa sem við höfum hjá á umhverfistöflunni og svo dregið úr réttum svörum og krakkarnir mega bara, þau sagði, maður getur nú googlað þetta og fundið svörin alveg ekkert mál, en það bara allt í lagi. Þau eru þá að hugsa samt þessi mál. Og við höfum haft ýmsar spurningar eins og af hverju flokkum við rusli okkar, af hverju mikilvægt að gróðursetja tré, hvað eru gróðurhúsaáhrif, og það hefur allur aldur tekið þátt í þessu. Og verðlaunin, krakkarnir í umhverfisnefnd völdu verðlaunin og það var til dæmis að fá einn frjálsan tíma í íþróttahúsi, fá að ráða einu sinni í matinn og fara í sveitaferð. Við erum svolítið ríka sveitabæ og þetta fannst þeim bara mjög spennandi, ókeypis verðlaun en samt mjög spennandi. En ég ætla að sýna ykkur litla vídeóið okkar þar sem að við gengum, spurning hvernig, átti ekki svona, að tekur smá tíma fyrir, nei. Við erum í umhverfisnefnd skólans og við erum komin til að fræða ykkur ruslið okkar, hvernig við hendum því. Hvað ruslið okkar? Við erum sérst Grænfannaskóli, þjóðarmenntunarskóli, það 2010. Vitið þið hvað Grænfannaskóli er?
Nei, getið þið sagt eitthvað nærkvæmskóli? Þetta fyrst og annar bekkur. Nærkvæmskóli svona, við flokkum til dæmis ruslið og pössum vel upp á náttúruna og vond efni, það náttúruna okkar. Við flokkum í 8 flokka: pappír, pappa, litplast, partplast, ál, gler, lífrænt og óflokkað rusl. Við tókum með okkur sýnishorn rusli og ætlum að fá okkur til að segja í hvað flokk það fer. Hver er munurinn á pappír og pappa? Hann er harðari? Pappír, það er miklu þunnari, eins og þetta hérna. Já, akkurat. Fylgir En í ekki hvað talið. flokk fer þetta? Já. Já. En hvernig plast? Hvernig plast? Harðplast. Ekki bjó. Nei. Þetta er hölstur. Já, og það er hulstrið, Stefán. Talið fylgir ekki alveg. Hvað er þetta? Þetta er plastik. Já, Bæði þetta eru plastið. og þetta hérna sem maður setur myndirnar til að gáta það er mjúkt og þetta er hérna í hart. Þannig að maður ætti eiginlega bara að vífa það ekki mjúkt af. Og svo er mjúkt plast og hitt fyrir hartplast. Það er þetta við ekki verður endurleikir svona, þannig við geymum það frekar. Já, þá, og hvað er þá að gera? Endur nýta. En í hvað? Við erum með nokkra ruslastöðar hér í skólanum með 6-7 rusladötum. Að lokum ættum við að gefa svona blöð til að minna ykkur á hvaða rusla það er hvernig dag. Og hérna getið þið sjá til dæmis myndirnar ef þið ekki visst hvað þið er að henda. Og Kristín, þú kannski segja bara flokkana að við erum. Hérna er hartplast og hérna eru fellur og sléttupapír og hérna er en á hinvaðinu, já, við þarna býtum pappír að einmitt sama myndirnar sem eru á ruslatunum. Já, það eru sömu myndir. Þannig að þið Við viljum bara þakka fyrir að fá að kynna fyrir ykkur allt þetta. Talið var aðeins undan hérna, en það er bara allt í lagi. En nú er komið að lokum, en það með líka verkefni vetrarins er kynning og fræðsla. Við höfum fengið mikið myndefni frá Hringrás til dæmis, DFD-myndir sem við höfum eftir að skipuleggja betur hvernig við komum inn hvernig við kynnum það fyrir nemyndum. Og svo er það græna dagatalið sem við erum öll voðalega spennt yfir. En við ætlum okkur að setja á umhverfistöflunum okkar dagatalið við skólaári þar sem við setjum niður helstu viðbyrði og verkefni varðandi umhverfismál í skólanum okkar. Við erum bara að hanna þetta og svona hvernig við eigum að setja þetta upp og þar eru þau 2 nemendur í þeirri hönnunum vinnu. Þannig að það er alltaf eitthvað í gangi. Og það er við fundum mánaðarlega umhverfisnefndin og ég var nú laglega mynd á það að ég væri að klúðra októberfundinum. Hann kom dama til mín og sagði að hvort það var ekki rétt ætti að funda klukkan 10:10 á hverju mánudegi, fyrsta mánudag í mánuði. Og þannig að það er sko aldeilis passa upp á maður standi sig. En það þakka ég fyrir mig.